Verslun Lyfju var að opna hérna á Akureyri við Glerárgötu og þar einnig verslun Heilsuhússins með. Það ýmislegt nýtt að frétta hérna. Við ætlum að tala við hann Ingvar, lyfjatækni og hana Ragnheiði. Það smá rok hérna á Akureyri, það gerist aldrei annars. Það smá gríma sjálfsögðu. Kíkjum á nýja apótekið. Verslunin opnaði föstudaginn 27. nóvember og það sem helst í fréttum að hér verður í fyrsta sinn boðið upp á hjúkrunarþjónustu í apóteki á Akureyri. Þetta hét apótekið í Hagkaup og var þar, búið að vera þar í 22 ár. Ég er búinn að vera þar allan tíman. Þannig að þú kemur hingað með alla þína reynslu með þér? Já, það má segja það. Og við erum að breyta þessu í Lyfja, nú heitir þetta Lyfja. Og Heilsuhúsið kemur með okkur inn. Þannig að Lyfja heilsubúðin þín. Já, svona alliða heilsubúð bara? Já, við náttúrulega erum að leggja áherslu á heilsuvörur og náttúruvörur og þannig að þetta er svona aukin þjónusta og viðbót okkar vöruúrval. Þið eru líka með svona ákveðna nýjung sem ekki hefur sést áður hérna á Akureyri sem hjúkrunarþjónusta í apótekinu. Já, þetta er nú þjónusta sem hefur verið í Reykjavík, Lyfju Lágmúla og Lyfju Smáratorgi nokkur ára skeið. Og þetta er þjónusta sem við ætlum að bæta við hérna í okkar apóteki, Lyfju Akureyri. Og við höfum ráðið hjúkrunarfræðing í stöði hjá okkur sem tekur á móti viðskiptavinum, veit henni ráðgjöf hjúkrunarvörur og getur gert heilsufarsmælingar, blóðþrýstingsmælingar, sykurmælingar og svona fleiri mælingar. Þetta er eina apótekið hérna fyrir norðan sem er með þessi hjúkrunarfræðing starfandi að ég held í þessari þjónustu. Það sem boðið upp á jafnvel að saumatöku og umbúðaskipti á minni sárum, heilsufarsmælingar. Já, það er líka hægt að fá þeir sem þurfa að sprauta sig með þá getnaðarvarnar lyfjum eða fá B-vitaminsprautur og svoleiðis að þá er hægt að fá aðstoð við það hérna hjá hjúkrunarfræðingi sem ég tala við margir sem eru svolítið smekið við að vera að gera það sjálfur. Það finnst það óþægilegt, þannig að það er hægt að fá þetta hérna. Getur bara gengið inn og þá held ég að vera milli 9 og 13 sem hjúkrunarfræðingur er með viðveru hér en þú getur komið hvenær sem er á þess að panta tíma. Einnig nýtt af nálinni hérna fyrir norðan að hægt verður að kaupa sér DNA sjálfspróf þar sem niðurstöður prófsins koma 4 vikum eftir að prófið er tekið. Þetta er allt trúnaðarupplýsingar sem fara ekki neitt annað. Fólk sækir þetta á mínum síðum. Hvers konar upplýsingar eru þetta sem maður fær? Þarna getur fengið upprunaupplýsingar sína ættfræði, skyldleika og síðan líka genatíska sjúkdóma ef það hefur eins og fyrir hjartasjúkdómum, brjóstakrabbameini og Alzheimer til dæmis. Þannig þetta svona gefur ákveðnar vísbendingar. Ert þú búinn að prófa? Nei, ég er ekki búinn að prófa. Ég er spenntur að prófa þetta. Ég er bara pínlítið forvitin. Það er þarna viltu prófa. Hvað er það? Já, það var ákveðið að hafa hérna vörur sem fólk getur þá prófað. Það er þarna vaskur, það er að nýta sér sem maður getur prófað og þvegið sér. Er það allt mögulegt? Það er rassakremið og líka snyrtivörurnar? Já, aðalega rassakremið sem við erum að vinna með núna. Nei, það sem er þarna uppi núna er náttúrulega handsápa og spritt. Það tilheyrir bara svolítið í dag, en svo myndi þessu vera skipt út sem sagt bara, ég tekja mánaðarlega eða eitthvað slíkt. Þannig að það prófa mismunandi vörur. Heilsuhúsið hefur verið á Glerártorgi langt skeið en hefur núna fært sig set hingað inn í verslun Lyfju. Ragnheiður Kristín var verslunarstjóri í búðinni á Glerártorgi og hún kemur að sjálfsögðu með. Heilsuhúsið er verslun sem hefur verið leiðandi í náttúrulegum snyrtivörum, bætiefnum, eiturefnalausum og umhverfisvænum vörum svona aðallega gegnum tíðina. Og nú eru þið rauninni komin hérna inn í lyfjuverslunina. Hvaða svona kosti sér þú í stöðunni þar? Það er náttúrulega ýmislegt jákvætt við það að það er gott að eiga í samstarfi við bæði lyfjafræðinga og annars starfsfólk hérna sem er með sérþekkingu á lyfjum og vinna svona því að
í svona heildrænum heilsulausnum í rauninni. Það verður hjúkrunarþjónusta, það verður náttúrulega lyfjafræðingarnir og svo verður heilsudeildin líka. Þannig að þetta svona, já, við erum allt saman einhvern veginn heildrænt. Já, þannig að þið getur svona hjálpast svolítið að við að veita góða þjónustu. Það er algjörlega það sem við erum að hugsa með þessu. Það er svona nýja konseptið í rauninni að lyfja sé heilsuhúsið þitt. Þannig að þegar þú kemur inn í lyfju þá getur þú fengið svo breiða þjónustu í rauninni. Það getur verið höfuðverkur að þurfa að ná sér í lyf í apótekið þegar maður á ekki heimangengt af einhverjum ástæðum. En með tilkomu lyfju-appsins eru nýjir möguleikar í stöðinni. Lyfja tók í notkun nýtt app fyrir nokkru viku síðan. Þar sem fólk getur halað appið niður í símann sinn. Þar getur það panta lyf, sé hvaða lyfseðla á inni. Fara á netspjall með sérfræðingi. Svo getum við sendum heim. Fólk getur panta lyf í gegnum appið. Er það endurgjaldslaust heimsend? Já, það er endurgjaldslaust fyrir lyfseðilsskyld lyf. Og það þessi þjónusta veitt á höfuðborgarsvæðinu, á Akureyri, Selfossi og Reykjanesbæ. Það kemur sér örugglega vel í COVID-faraldrinum. Já, þetta er mjög gott þegar fólk kemst ekki í burtu að fá lyfin bara send beint heim. Og svo getur það líka panta lyf hjá okkur gegnum appið og við tökum það til og það verða tilbúið hérna. Ingvar er búinn að vera lyfjafræðingur í 26 ár og hann segir að starfið sé ansi fjölbreytt. Allir dagar eru misjafnir, maður veit aldrei hvað gerist á deginum. Þetta eru alls konar spurningar sem maður fær og þannig þetta er mjög fjölbreytt. Býstu við að starfið þitt verði mikið öðruvísi eftir að þú kemur hingað úr Hagkaup? Já, ég get alveg ímyndað það. Við höfum núna betri viðtalsaðstöðu til að taka á móti fólki í svona einrúmi, þannig það ætti að hjálpa okkur töluvert. Þannig það er kannski svona helsta breytingin hjá mér. Þannig að þú ert bara spenntur fyrir þessu? Já, mjög. Þetta verður bara mjög gaman að takast á við þetta. Rosalega gaman að vinna í apóteki. Bæði gaman að vinna í heilsuhúsinu og apótekinu. Þetta þó þetta sé ólíkt, það blandast þetta allt saman. Og ég held að líka mín reynsla og menntun sem lífetæknir, styrknifræðingur og svo að vera verslunarstjóri í heilsuhúsinu, þá getur maður svona að tvinna þetta allt saman og veit hvað kannski virkar saman og hvað virkar síður saman og hvað má alls ekki taka saman, til dæmis. Þannig að ég hlakka bara rosalega til. Þetta er frábær hópur á stað.